Alveg En svo það að kom ekki rís- hælislendu í Vesturbæinn út af því að Jú, það gerir það alveg. eru örfáir og þegar Já, bæði í miðbænum og þegar þeir Vesturbænum. koma þá er grendakynning og allt fyrir í háaloft eins og þú veist að gerist í Jóðellhúsinu. Já, Við já. vitum alveg að við Já, já. Vesturbæingarnir Já. við álítum okkur sem betra fólk og þetta er bara nimbismi. Nei, já, Jú, já, víst. já, Við álítum okkur sem fólk já. sem er bara yfir þetta hafið. Við viljum tala um það að þessi Come on. vandamál þetta er pínuð stemmingin. Ég get ekki tala fyrir alla Vesturbæinn. Ég get það. Nei, Nei, þú ég getur er ekki heldur, sko. Nei, meni, ég held að, sko, að þú veist, viðhorf til fólks að erlendu bergi brotið sé nú bara víðast hvar frekar jákvætt. En leiðu þau safna svona mörg saman á einum stað, þá geta risið vandamál. Og við höfum bara, við höfum séð þetta út um allt. Ég bara, var svo lengi í Stokkólmi, maður sér útkverfin eða í Malmö, bara Rúsengård í Malmö. Það sem er bara afskipt hverfi. Þú veist, hvað gerist þegar hverfið er afskipt og þú veist, það er ekki lögregla, það er engar miðstöðva þar og það byrjar að verða fátækt, skólarnir versna, kennara vilja síðu vera þarna, þú veist, við megum bara ekki láta einhver hverfi í Reykjavík drabbast niður. Ég held við séum að meðaltali gestrissi fólk. Ég held að í alvörunni, og þetta hljóma kannski rosalega pólitískt, ég held við séum jafnaðmenn í borginni, þú veist, og í öllum sveitafélögum. Við viljum hafa jafnt samfélag, við vitum að það er best fyrir okkur öll. Þú veist, hvað sem þú ert, á hvað klassa þú ert í samfélaginu, það er best að við séum ekki með fólk sem er mikið fyrir utan samfélagið.